Helgi, svo við byrjum á þér. Hvernig líst þér nú á að vera orðin viðfangsefni í heimildamynd? Ég fæ nú ekki skilið það hvað ég get lagt til í því efni. Nei. Ég alls eins ókunnugur svoleiðis starfsemi. Já. Finnst þér ævi þín hafa verið með þeim hætti að hún eigi erindi svona fyrir almenningssjónir líkt og hefur verið að gera? Hún hefur nú verið lítið frábrugðin ævi annarra manna. Já. Eftir því sem ég veit best. En það er nú ekki svo margir sem að hafa komist jafn oft í fréttirnar eins og þú. Við sáum þannig í dag í þessari mynd sem við horfðum á að oftar en einu sinni hefur komist í sjónvarpsfréttirnar og oftar en einu sinni í útvarpsfréttirnar og í blöðin. Það er nú fæstir sem gera það. Já. Það er nú eiginlega skipti mín við helvítis ríkisvaldið sem að hefur gert það að verkum að ég hef verið tukthúsaður og handjárnaður út af glæpaverkum ríkisvaldsins á mér, skjalafalsi þess á mér í þjóðskrá og núna seinast gerir ríkisvaldið mig sekan glæpaverk Bandaríkjahers í Írak með því að fara að gera hernaðarsamband við bandittana út af glæpaverkum þeirra í Írak og Palestínu og víðar þarna í Austurlöndum. Hefur þér alltaf verið svona mikið í nöp við ríkisvaldi? Skiptir engu máli hvers konar ríkisstjórn situr? Hvort það er Sjálfstæðisflokkur, Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur? Ég get sagt ykkur það að ég ger ekki greinarmun úr skít og kúk. Nei. Ég ger ekki greinarmun úr skít og kúk. Og því til staðfestingar get ég sagt ykkur það að ég hef ekki farið á kjörstað núna seinustu 2 kosningar til Alþingis. Sem eru svona þín mótmæli þá? Já, ég hef bara ekki það fólk að kjósa Nei. sem að ég þurfti að fara að standa í því að merkja á kjörseðil. Þóra, þrátt fyrir að Helgi sjálfur sé hógvær og segja að ævi hans sé ekki mjög frábrugðin að ævi annarra, þá er samt sem áður eitthvað sem að vakti athygli þín á þessu. Hvað var það sem að gera það verkum að þið langar til að fara að gera myndum Helga? Það sem að vakti mína athygli kannski fyrst og fremst í þessu var sem sagt þannig að ég var að keyra Langholtsveginn og ég keyri Langholtsveginn sem sagt mjög sjaldan og með vinkonu minni sem býr í hverfinu. Og þar sem við keyrum fram hjá Holtaveginum þá stendur Helgi Hóseðsson með mótmælaspjald og á því stendur Hiroshima, Nagasaki, Rio og ASI. Mér fannst þetta alveg stórmerkilegt af því ég hafði aldrei séð hann áður, ég hafði heyrt hann en hafði aldrei séð hann áður, þannig ég fyrir eitthvað að spyrja hana hver þetta sé og hvað hann sé að gera og hún horfir á mig og segir þetta hérna Helgi Hós, hann býr hérna og er hérna oft upp í 4-5 tíma á dag. Eins og ekkert væri eðlilegur í heiminum og mér fannst þetta sló mig svo rosalega að þetta gæti þótt eðlilegt og sjálfsagt að ég fer eitthvað að skoða þetta og eins og ég segi maður hefur náttúrulega heyrt hann skýrslétturnar og tjöruslétturnar og annað en svo því ég fer að skoða þetta eitthvað þá og ég er semst að læra sagnfræði þannig að mér þótti þetta gríðarlega áhugaverð að þá hérna einhver 40 ára löng saga af manni sem eiginlega enginn hefur hlustað á og hefur notað þessar feiki skemmtilegu aðferði, eða svona skemmtilegu dálítið kaltænar og úthugsaðar aðferðir til að vekja athygli á baráttumáli sínu og náttúrulega gríðarlega verið fjallað mikið það á tímum og samt hefur enginn heyrt einhvern veginn neitt í honum. Þannig að það vakti mína athygli og kveikti í mér. Jón Karl, hvernig fannst þér að vinna þessu viðfangsefni sem náttúrulega svolítið kannski svo við segjum það hreint út óvinnilegt? Já, bara mjög gaman. Það var mjög gaman að koma heim til Helga. Við vorum að koma inn í nýjan heim. Hann Helgi býr einn, bjó með konu sinni þegar við byrjuðum að taka
og hann sem sagt daginn út á daginn inn þá sá hann konuna, hann býr til brauðið sjálfur, hann þær þvottinn sjálfur, hann gerir allt sjálfur. Og það skulu ekki vera margir Íslendingar sem gera slíka hluti og það í stórborginni Reykjavík. Einmitt. Þannig að það var bara mjög gaman. Svo líka Helgi mjög góður leikari. Er það rétt, Helgi? Ertu góður leikari? Ég reyna að koma alltaf fram eins og ég klæddur. Þannig að það er engin leikur í þetta bara þú? Ég veit ekki hvað Jón hefur þá... Ég átti við að Helgi, fyrir hann að fá okkur inn á heimilið var bara eins og að fá venjulegt fólk inn á heimilið. Hann hagaði sér ekkert öðru sig. Og það var bara mjög gaman að mynda Helga. En skýrðu út fyrir okkur aðeins, Helgi, vegna þess að það var svo margir séðig með þessi spjöld, en það viti ekki allir hvaða þýðir sem stendur á þeim. Til að mynda spjaldi sem hún var að tala áðan, Nagasaki, Hiroshima, Rio og ASI. Skýrðu þetta út fyrir okkur aðeins. Hvað þýðir Rio? Það er skammstöfun á ríkisvaldi íslenskra óþokka. Já. En ASI? Það er Alþýðusamband Íslands. Þeir eru uppsögðar við þá? Mér finnst að Alþýðusamband Íslands hefði átt að láta sig skipta það mál þegar að ríkisvaldið fór að gera hernaðarbandalag við bandarísku bandittana út af glæpaverkum þeirra í Írak. Og það er ástæðan fyrir því að þetta er saman á skiltinu, þessi nöfn? Já. Það má segja það. Það er furðulegt hvað þetta liggur í láginni, bæði hjá þeim og eiginlega öllum öðrum. Þrátt fyrir að hún Þóra segir að fólk hafa nú kannski ekki hlusta nægilega mikið á því, þá samt sem áður hefur nú stundum náð athygli fólks og ekki síst á 7. áratugnum þegar að varð uppi fótur og fit á Austurvelli þegar að þú slettir skýri hreinlega á þingheim allan. Hvað vakti fyrir þér þá? Ég var búinn að senda öllum þingsetunum 63 sitt bréfi hverjum skrifað og baða á að hlutast til það að það hefði skráð í þjóðskrána að ég væri búinn að ónýta viðurkenningum mín og himnadraugnum. Himnadraugurinn er þá hver? Himnadraugurinn. Hvern kallarðu himnadraug? Hann heitir Krosslafur, hann heitir 72 nöfnum í biblíunni. Hann er kallaður Jahve og Guð og yfirslegum fleiri nöfnum. Þau eru skringileg þessi arabísku nöfn eins og sýnir sig með svokallaða spámenn. Íslendingar hafa tekið þessi nöfn til brúkunar. Ég er til dæmis, faðir minn er nefndur nafni eins spámannsins. Helgi nefnilega hefur ekki bara verið að mótmála stríði í Írak, heldur líka í Afganistan og Írlandi og þessum styrjöldum sem hafa ríkt í heiminum. Og það er ekkert margir Íslendingar sem hafa farið út með spjald og sagt sína meiningu út af styrjöldum út í heiminum. Ertu mikill friðarsinni? Ertu mikill friðarsinni? Friðarsinni, það veit ég ekki hvort við fyrst að vera að ræða það. En ég vil ekki láta bendla mér saman við bandittana bandarísku í glæpaverkum þeirra á Írökum og Palestínumönnum og fleirum þarna, fleirum þjóðum þarna austan við Miðjarðarhafsbotnana. Hefur einhvern tímann bundið trús þinn við einhvern ákveðin flokk? Hefur þið verið pólitískur? Hefur þið verið bundin einhverjum ákveðnum flokki? Ég hef verið í sósíalistaflokki. Ég kaus Framsóknaríhaldið til að byrja með þarna í Suðurnesjasýslunni, kannski einu sinni eða tvisvar, en svo var ég í sósíalistaflokknum, svokallaða, á meðan hann var og hét. Veistu það, Helgi, hvað þú hefur eytt miklum tíma ævina í það að mótmæla? Við sjáum þetta í myndinni að þú gerir spjöldin þín öll sjálfur frá grunni og það fer greinilega mjög mikil tími í þetta. Já. Ég hef ekki öðrum að ýta en sjálfum mér í því efni og þau hafa gert sitt að gagn, þessi spjöld. Ég er ekki meiri klauf en hver annar í teikningum.
Nei. Ég fekk hæstu einkunn á Eiðum í teikningum. Hæstu einkunn sem þá hafði verið gefin. 9,6. Og það nýtist þér við spjaldagerðina? Það nýtist þér greinilega við spjaldagerðina? Já. Þessi spjöld eru náttúrulega alveg mögnuð. Við tókum þau saman daginn, tókum myndir af þeim og ég held að þau hafi verið allt í allt 25. Og eru listaverk út af fyrir sig. Og við reynum að gera, við tókum nú aldrei öll inn í myndina af því að það hefði tekið svo langan tíma. En við drögum fram flest spjöldin hans og gefum honum kannski líka færi á því að útskýra þau. Af því eins og það sem ég lenti í sem var það að það skildi eiginlega aldrei neitt hvað stóð á þessu, það fólk bara fór framhjá. En þegar að maður fær svo útskýringuna frá honum þá er þetta svo ofboðslega rökrétt og þetta er yfirleitt svo rétt. Að maður ræður, mestu viðbrögðin sem ég hef fengið hafa verið þau að fólk ræður ekki við að þú verður að vera sammála flestu sem hann segir. Það var rangt að sprengja Hiroshima og Nagasaki. Við vitum það öll, það er bara, við sættum okkur svona við það. Þannig að spjöldin eru mögnuð og ég mæli með því að ætlum nú að reyna að sýna þau eitthvað í kringum þetta og bara mæli með því að fólk koma og sjáu og fái að heyra hvað þau snúast af því að þau hafa mjög skemmtilegt. Helgi, segðu okkur, af hverju þið svona uppsigað við trú og trúarbrögð? Af því að ég vil hafa skoðun á öllum hlutum en ekki trú. Getur þetta ekki farið saman? Ekki finnst mér það. Hvers vegna ekki? Trú er vanalega komin frá öðru fólki og haldið að mér til dæmis í sambandi við þessa himnaguða trú sem að ég var látin játa á mig svo til blautur og móður minni til að byrja með og aftur látin viðurkenna 13 vetra. Og ég hef þá skoðun að þessi himnadraugur ykkar sé alls ekki fyrir hendi. Hann er ekki til hann Guðs gamli. Guð er ekki til, það er svo einfalt. Það er útilokað. Það er ekki hægt að koma því saman til dæmis að Guð sé almáttugur, algóður og alvitur. Þessi er ekki hægt að koma saman að neinu viti. En á hvað trúir þú? Ég hef ekki trú. Ég reyna að hafa skoðun á hlutunum, en ekki trú. Já. Og Helgi, ég held að ég verð að segja það að lokum að þér hefur svo sannarlega tekist að koma skoðunum þínum ofta á framfæri við fólk með því að labba og vekja athygli á því sem að þú vilt vekja athygli á. En svona að lokum, hvar verður myndin sýnd og hversu víða fer hún? Hún verður sýnd í Rebbánum og svo, já, við ætlum að frumsýna núna á 50-daginn og svo fer hún í almenna sýningar á föstudaginn. Og þetta er mynd sem að ég held að miðað við viðbrögð sem hafa séð hana og þá held ég að fólki eftir að upplifa margar mismunandi kenndir. Já, við sjáum til með það. Við þökkum ykkur öllum þremur kærlega fyrir komuna hingað í Kastljósið og látum þættinum lokið í kvöld. Verðum hérna hins vegar aftur á ferð á morgun. Verið sæl. Verið sæl.